22, Halldór Þór Fertsen. Númer 29, Guðmundur Karl Guðmundsson. Á þekkingarmjölni Sigurður Harðarsson, Sigurður Reynisson, Ólafur Dagur Tólasíus, Jónatan Guðni Arnarsson, Vilhjálmur Ingi Hjalmarsson, Bjarni Þór Hafstein og Kristófer Dagur Arnarsson. Svona og svona.
Ég heiti Gunnar Hrafn og verð með ykkur hér í kvöld ásamt Sverri Hermannsinni. Það er best að byrja að fara yfir liðin. Við byrjum á gestunum. Í markinu er Ásgeir Orri Magnússon. Númer 3 Axel Ingi Jóhannesson. 5 Stefán Jón Friðriksson. Númer 6 Sindri Snær Magnússon. Númer 8 Ari Steinn Guðmundsson. Númer 10 Dagur Ingi Valsson. Númer 19 Odon Osmani. Númer 22 Ásgeir Páll Magnússon. Númer 23 og fyrirliði liðsins Sami Kamel. Númer 26 Ásgeir Helgi Orrason og númer 50 Oleksi Kotun. Það var að lið heimamanna. Í marki er Halldór Snær Georgsson. Númer 3 er Reynir Haraldsson. Númer 4 er Júlíus Mar Júlíusson. Númer 5 Dagur Austmann. Númer 7 Dagur Ingi Axelsson. Númer 9 Máni Austmann Hilmarsson. Númer 10 Axel Freyr Harðarsson. Númer 14 Daniel Ingvar Ingvarsson. Númer 16 Orri Þórhallsson. Númer 22 Baldvin Þór Berntsen og fyrirliði liðsins Guðmundur Karl Guðmundsson. Já, verður velkomin Sverrir Hermannsson. Þakka þér fyrir vinur. Þetta verður svakalegur leikur hérna í Voginum. Sólin skín og Fjölnir getur farið í góða vegferð með að koma sér þægilega á toppnum. Já, er ekki búið að vera eitthvað bras á Keflvíkingum í síðustu leikjum? Jú, þeir hafa ekki unnið í seinustu 5 leikjum og fengu skell í Eyjum, 0-5. Þeir koma nokkuð vængbrotnir hérna í Vogin en við sjáum hvað setur. Þeir eru með sterkmannalið og ætti að geta gert gott mót ef svoleiðis liggur aður. Já, hérna ef einhvern tímann er tími til að spilla á botninum þá er það núna fyrir Keflvíkinga. Jú, en þeir mæta hérna gífurlega sterku Fjölnisliði sem er á góðu rönni, unnu seinustu 2 leiki, nokkuð samfærandi og líður vel inn í Voginum, sérstaklega sólin skín, þannig að þetta lítur allan vel út fyrir Grafarskóg. Já. Hérna kemur Dagur Ingi, vinnur boltann. Keflvíkingar vinna Old Trafford. Boltinn fram á Sami Kamel. Fyrirliðinn tekur boltann niður. Það er góð grilllykt inn í Voginum. Já, þetta eru einir sterkustu grillar á landinu þarna við teinin. Veit þetta er ekkert hverju þetta eru en þetta eru örugglega flott fólk. Hér eru Fjölnismenn í ykkur basli. Leysa úr þessu. Fjölnismenn fá vinna hér innkast. Dóri gefur út á Baldvin. Baldvin yfir á Júlla, heitasta bitan á markanum. Það spindir boltanum langt fram. Ásgeir skallar hann niður. Mér sýnist alltaf öllu að leikmaður númer 50 á Keflavík sé að byrja sinn allavega fyrsta leik í 5 leikjum. Oleksi Kotun, Úkraínumaður. Það verður spennandi að sjá hvernig hann stendur sig hérna í Voginum. Sindri tekur aukaspyrnuna, neglir honum fram. Ari Steinn móti Degi Austmann sem stöðvar hann, vel gert hjá Degi. Bolti fram. Umtalaður Oleksi. Oleksi. Bakvörður, við elskum bakverði eins og lurkurinn inn í Voginum. Dagur Ingi. Oleksi gefur tilbaka. Dagur Ingi Keflvíkinga, spyrnir honum yfir. Axel. Sami. Rosaleg holning á Sami Kamel. Við þurfum að
Fjölnismenn þurfa að ná heimil á honum ef vel á að ganga þetta í kvöld. Sindri Snær setur hana niður. Sindri fyrir og Dóri grípur þennan örugglega. Þetta er það sem að Fjölnismenn vilja. Vonleysi bolta fyrir, þar sem við getum stöðað á. Glæsilegt gert hjá Daniel Ingvari. Jafnvel tiltal. Herðu, hann fer í gult spjald þetta strax á 50 mínútu, það er ekkert annað. Þetta er Stefán Jón Friðriksson sem fær hérna gult spjald fyrir að tosa niður Daniel Ingvar. Þótt ég viðurkenni nú að vera Fjölnismaður og fannst mér þetta nú heldur svona, já, ódýrt spjald fyrir að vera svona snemma leiks, en reglur eru reglur í þessu. Reynir. Fjölnismenn á vingast. Sjáðu lúpínundar hérna sem syngja yfir húsakörunum. Gunni, þetta gæti ekki verið fallegra. Þetta er lífið, lúpínufningurinn og brekkan. Dóri yfir á Jóla. Fjölnismenn byggja hérna róluðum upp sókn. Dagur. Hann spyrnir út af. Misjafnur spyrna. Bolti best á Sami Kamel sem skattar hann niður. Daniel Dagur vinnur boltan. Liðin hérna bara að þreifa á sér og sparka á milli. Já, þetta er rólegt hérna í byrjun, en hann fer að koma hitt í leika. Vel spilað hérna. Osmani gefur boltanum út af, Fjölnismenn á vingast. Snöggir að taka þetta. Óli yfir á Dag. Dagur Usman yfir á Óra. Yfir á Axel, nei, Mána. Keflavík leysa úr þessu. Sami misjafnaða sendingu. Fjölnismenn vinna boltan aftur. Suðurnesjamenn konur hérna djúpt inn í Reykjavíkina. Þetta gæti orðið erfitt fyrir þá, en þeir virðast svona nokkuð ferskir hérna í byrjun. Dagur kemur inn upp bakrakantinn. Bróður hans kallar eftir boltanum. Glæsileg sending og bolti fyrir hann. Þetta gekk ekki alveg en góð tilraun hann í Orra. Sendingin var ekki alveg nákvæm. Verið með rétt máli þegar Orri skoraði á móti Gróttu. Sýndist það, glæsilegt mark. Já, ég var bara ekki á landinu. Nei, fórst í hneisuför til Lundúna. Það er önnur saga, hún fyrir ekki hérna. Jú, verum ekkert nánar út í það. Baldvin. Daniel. Leysa vel á þessu. Hún fá boltan henni yfir á hægri kantinn. Glæsilega gert. Dagur. Sjá hennan dreng. Dagur Austmann. Hann hefur nægan tíma. Hendi. Þetta er að stoppa hérna leikinn. Hann hefur farið í... Úkraínumæðurinn títtnefndi liggur glóðvolgur, fær hann að boltan beint í nefið og liggur eftir. Dómarinn stoppar réttilega leikinn. Hún var að jafna sig. Jú. Já. Já, Keflvíkingar þurfa allavega að ná í stig hérna í dag í Voginum eða ætlar að eiga einhvern sjens í að sækja fyrsta sæti í þessu skrýtnu deild. Ef ekki, þá verða þeir allavega að kveðja þá baráttu en það er nú stutt í 5. sætið sem gefur sæti í play-offsinu fræga. Já, þetta er allt galopið. Play-offsið er alveg galopið. Þessi deild verður endalaus. Já, þetta er falleg deild. Þetta fyrirkomulag gerir alla leiki skemmtilega og meðal annars þennan. Fjölnir geta gert
komið sér, eins og ég sagði hann, gífurlega vel fyrir á tótnum og hljótaði eftir þennan leik með sigri að stefna að fara beint upp í það efstu. Það hárið það stemningin í Voginum. Það að fara beint upp. Það aðri leikir í gangi. Þór, Akureyri og Grótta eru líka að spila og það staðan 0-0 einnig. Dagur Ingi hérna í Kröppundansi, missi boltan. Gróttumenn lendi í vandræðum hérna í Voginum. Það spurning hvernig þeir koma út fyrir norðan. Fengu skell í seinna hálfleika sem Fjölnir settu 3 mörk í grillaðum og virkuðu gífurlega vel í seinna hálfleik þar. Eins og þau gerðu það á mótið með Þór Akureyri, seinast að ég og Gunni lýstum. Það var magnaður seinna hálfleikar á Fjölnismönnum. Já, þegar Máni Ósmann opnar markareikningin þá gerir hann oftast með stæl. Skuggaleg þrenna á þeim dreng, ótrúlega sterkur og geti jafnvel verið að spila á hæsta leveli sem hann mun gera með Fjölnir næsta ári og verður vonandi í gulutreyjunni. Já, það er búið að undirbúa dósasamnarnir í Gráu til að halda þessu lið á floti. Það verður allt reynt. Þórir sparkarinn út. Dagur, hefur Daginga. Axel kallar til bóttunum. Sindri Snær brýtur þetta upp. Boltinn hann upp. Dagur Ingi. Fjölnismenn ná að koma sér í stöðu. Þeir þurfa að leita aftur. Dagur Ingi. Reynir Haralds gerir vel hana. Sigur. Vel gert á. Þetta er heldur ljótt. Á Breiðhyltingnum sem er orðinn einn af okkar flottustu Grafarsbúum í dag er að spila hrikalega vel á vinstri kantinum. Já, ég fór á leikinn. Það voru ekkert blíðar móttökur sem hann fekk þar, þannig að ég sé bara orðinn Grafarsbúi. Já, hér líður honum best og það sést langar leiðir. Þessi drengur að heima hérna í Voginum. Tóri slakar á með boltar. Langur bolti fram. Kemur ekki unnu boltan. Ari Steinn. Yfir í Ólagsi. Þeir komu niður Ásgeir. Ásgeir Orra, þeir eru 3 hérna Ásgeirar. Já, er þetta ekki bara eitt vinsælasta nafni á Suðurnesjum? Þetta var í áttinu var þetta aflahæsti báturinn í plásinu. Já, einmitt. Ásgeir RE2. Hérna Baldvin Hreinsar út af. Það þekki allir þá sögu. Ólagsi. Ásgeir. Þetta er allt í rólegheitum með hana. Reyna hérna boltanum fyrir og Dóri kemur út og grípur þetta örugglega. Liðin er að skapa sér lítið að sénsum hérna upphafi leiks. Já, þetta er óskup rólegt þarna og maður sér að þessi leikur með telja og lið vilja vinna og þau eru að fikra þessi áfram, þessi glæsulegu lið. Fjölnismenn komum boltanum hérna fram. Þeir leysa þessum keflingar. Ásgeir Páll yfir á Ásgeir Orra. Langur bolti fram. Hann er farið boltinn. Keflvíkingar hljóta að vera hræddir við varnarlínu Fjölnismanna. Þetta er einn besta varnarlínu á landinu þótt að við séum í fyrstu deildinni. En það eru úrvalsdeildarlið byrjuð að reyna að bíta í okkar menn.
meðal annars Skagamenn. Já, KR-ingar voru með dónatilboð. Það var sagt í helstu hlaðvörpum. Það er vonandi að Fjölnir skelli bara á og taki ekki við neinu klingi. Nei. Þessu leikmenn. Fjölnir eru nú svo sem aldrei svara símtölum á Vesturbænum og þangað fer engin leikmaður sem er gulur og grænn. Þetta leita fyrir Sami Kamel með boltann. Sami Kamel með skot og Dóri verð þetta. Fyrsta skotið á markið og það eru Keflvíkingar gestirnir sem að koma með þá tilraun. Hann það lítið pláss þessi drengur, alveg ótrúlega sterkur þarna og tekur eina snertingu og skýtur á markið og úrverður eiginlega besta færi leiksins. Þetta er glæsilega gert, þeir eru komnir aftur inn í góða stöðu. Sindri Snær með bolta fyrir. Fjölnir með leiðsöðusug, Gummi Kalli skimar eftir samherjum. Dagur Ingi glæsilega gert, það er haldið í hann. Það er tosað í hann. Þetta er alveg það sama á áttur staðan en fínt að hafa spjöldið bara að Sívarsonum. Eitt spjald kom inn í Vogi en Godturinn dómari leiksins er að gera gott mót og dæmi rétt til að auka spilnu fyrir þá gulu. Kalli með missamlega sendingur, vinnur aftur boltan. Þeir eru ekki lengi að vinna hann aftur. Leita aftur. Glæsilegir áhorfendur hérna í Voginum í dag. Þetta stúkan er að fyllast og stemningin er eftir því, hún er hrikalega góð. Ég kalla eftir að gula þrjumenn fara að ræskja röddböndin. Þeir eru að hita sig upp, þeir eru rosalegir bara í gang og við köllum eftir því. Axel, brotið Axel. Það sást svakalegt hvað Axel er mikilvægur Fjölnisliðinu, hann spilaði ekki leikinn á móti ÍR og það skapaði vandamál, hann er hrikalega mikilvægur fyrir þetta lið. Hann var líka ótrúlegur á móti Þór hérna senast þegar við lýstum leik. Glæsileg skiptingina og Dagur Ingi með bolta fyrir, boltinn. Hreinsaði þetta, Gummi Kalli tekur hann niður. Já, siglan. Keflavík á innkast. Það munaði ekki miklu að ef einhver Fjölnismaður hafi verið hann í bóksinu. Dagur Ingi gerði vel og kom hann skemmtilega fyrir en ekkert var á þessu. Spilað þröngt en Keflavíkar kom boltanum fram en Fjölnis með leiðis þessu. Júli með langa bolta. Já, rangstæður. Reynir Hals er ekki sáttur við þetta. Telur sig ekki að hafa verið rangstæður. Ásgeir Orri spyrnir niður. Blóðtaka fyrir Keflvíkinga, þeir mistu Nacho Heras, sterka varnarmaðurinn og mörgum talin eitt besti varnarmaðurinn í deildinni. En Úkraínumaðurinn Geðvi, hann ætti að geta leyst þessa stöðu nokkuð vel. Dagur Ingi, Dagur Usman tekur eitt innkast. Fjölnismenn leysa vel úr þessu. Skipting yfir á Axel Inga. Axel með boltan fyrir á Reynir missir á þessu. Það eru Keflvíkingar var bötun og Sami
Sindri. Já, hann kemur úr ástæðunni. Það voru gestirnir Klaufar að nýta þetta upphlaup ekki betur en þarna. Já, leikmaður nr. 10 hjá Keflvíkingum, Dagur Ingi Valsson, klaufið þarna. Þetta getur verið efnileg sókn fyrir Keflvíkinga en eins og er búin að vera svolítið saga leiksins þá sigla sóknir liðanna í strand. Gestinni frá innkast hérna. Dagur Ingi reynir að stoppa hann en bolti fyrir. Ari Steinn missir á honum einnig. Keflavík á innkastið. Sendir langt aftur. Dagur Ingi búinn að vera allt í öllu á Keflvíkingum, búinn að vera nokkuð lengi á Keflavík og kemur þaðan á Austfjörðunum Geðugur frá Leikni Fáskrúðsfirði, þannig að þetta er efnilegu leikmaður sem Suðurnesjamenn eiga. Hér eru Keflvíkingar í vandræðum. Fjölnismenn vinna boltann. Þeir leysa úr þessu. Þetta var klaufalegt hjá Keflvíkingum. Fjölnismenn nýttu þetta ekki nógu vel. Reynir Haralds. Spyrnar honum yfir Axel. Axel og Daniel. Næga tíma. Reynir Haralds og bolti fyrir og Dagur Ingi inn og bolti dauðafæri. Þetta var hættuleg sókn af Fjölnismönnum. Máni Austmann reynir hann að skota en Keflvíkingar eru fyrir. Þessi maður, við vildum hafa hann í teiknum Máni Austmann en því miður settar hann ekki inn. Það gerði Fjölnismönnum vel. Við viljum sjá meira af þessu. Fjölnismenn er ótrúlega öflugir hérna upp kantana með Dag og Axel. Þeir eru svo hættulegir og það lítið til svo að verði allt vitlaust í teig andstæðingarna. Reynir. Reynir með boltan fyrir og Fjölnismenn og bolti markað, bolti skallar! Bjargar línu! Mann inn að fá markað, svo er ekki Bjargar línur, Keflvíkingar vinna boltan. Komin í skyndisókn. Ásgeir Páll Magnússon bjargar á línu, ótrúlega vel gert hjá þessum dreng. Fjölnismenn stöðu þetta, nei. Baldvin þarna, næstu búinn að setja hann. Viðlíkur leikmaður þessi drengur er, eitt sá besti í þessari deild og þarna átti að skilja að þetta myndi syngja í netinu og þá er í staðan 1-0 fyrir Fjölni. Það er vonandi að setja þess að endursýningu þessu. Það kemur að því. Þetta var gott færi og það er gott að Fjölnismenn eru að byrja að ytta blýantinn, vera beittir. Fjölnismenn eru beittir og er að herja af Keflvíkinga sem eru, þetta er þéttlið en eru greinilega vængbrotnir. Þetta er 5-0 tap á móti Eyjamönnum situr í þeim og maður sér það. Keflvíkingar spyrna boltanum minnu upp. Dagur Ingi Keflvíkingar. Sækir á Reynir Haralds. Kemur boltanum fyrir á Sami Kamel. Sami Kamel leitar út, en við leysum úr svo, þetta er aukaspyrna. Þeir eru greinilega yin og yangið, leita hvor öðrum. Sami og Dagur. Dagur, þeir eru sterkir og við þurfum að heimila þeim. Eiginlega útilokað að Keflavík skuli ekki verið með fleiri punta á töflunni. Þetta er með sterkari liðum á pappírum í þessari deild og flestir spáðu beinustu liðu upp en það gengir svolítið afturfótunum hefur.
helstu sérfræðingar landsins tala að þetta lið sé betur manna en í fyrra sem þeir voru í efstu deild. Fjölnismenn leika inn út. Sami Kamil, góða pressu. Axel kom inn að sækja boltan og Axel, þegar hann er komin á skrið þá er ekkert hægt að stöðva þetta. Sjáu þetta ball! Wow! Það stöðvar á dengin. Kemur á þetta. Glæsilegt. Glæsilegt tilþrif Axel. Geggjað hlaup hjá þessum sterka leikmanni. Þvílíkur kraftur í þessum dreng. Sami Kamil þjálfar að Fjölnismönnum. Vel leyst. Dagur Ingi. En þeir leysu þessu. Lauma fram ána, hann er sterkur þarna en þetta klikaði á kamerunum. Við séum að fótbolta.net menn vilja meina að boltinn hafi verið í netinu. Við sáum það ekki hérna úr fjölmiðlabóksinu. Þeir eru með röngunu. Orri var Daginga, Dagur Ingi. Einhver samskiptaörðuleikar hann af. Kom engin Fjölnismaður hann niður með honum. Já, við gátum ómögulega að sé hvort að boltinn var inn í hérna þessar stöðu sem við erum í. Já, kalda matið hérna úr fjölmiðlabóksinu, eða aðal fjölmiðlabóksinu er að hann hef ekki verið inni. Þetta var bara glæsilega varið. Var þetta ekki leikmaður númer 22, Ásgeir Páll Magnússon. Hann gerir bara vel og bjargaði markið að það. Það voru Keflvíkingar komin inn í sókn. Fjölnismenn leysa úr þessu. Axel yfir á Orra, glæsilega gert, Orri. Fjölnismenn 2-2, Dagur inni, Máni, Orri með skot og yfir. Góð tilraun og Orra nær að kötta aðeins inn á vörnina á Keflavík og nær þessu fína skoti en yfir markið. Fjölnismenn vinnur boltan. Gummi Kalli. Dagur. Aðeins á fóstubolti. Út af Dagur Ingi sem snöggur, þá nær hann ekki þessum. Það er mikilvægt að fara að ná einu marki á Keflvíkinga en aðeins að þjarma hérna þegar maður ná einu marki fyrir hálfleik. Það væri skemmtilegt að ná marki á Keflavíkinga. Þetta eru menn sem ekki hrifnir af því frekar en önnur lið og geti brotið á. Þetta er aukaspinna, nei. Leikurinn heldur áfram. Sami Kamel. Þjarmar af Fjölnismönnum en þeir leysa vel úr þessu. Þeir fengu nú 5 mörk í grillið í seinni hálfleik á móti Eyjamönnum þar sem þeir voru þó með, það var trillt viður Eyjum eins og vera ber, voru með vindin í trínunu þá og það fór illa. En þeir settu ekki mark þegar þeir voru með vindin. Keflavík langa bolta fram. Sami Kameli og Fjölnismenn leysur þessu. Þeir gert hjá Degi Ösmann. Nei, og þau komast fyrir. Dagur Ingi með skot. Og þetta er Ver Dóri með auðvitað. Ekki fast skot þarna. Langur bolti fram. Axel eltir þennan. Keflvíkingar spilu þessu. Þetta er öflugur leikmaður, Dagur Ingi Valsson, svona framlíkjandi miðjumaður á Keflavík og er skeinuhættur. Þetta fylgir nafninu. Já, heldur betur.
Fjölnismenn með aukaspyrnu á sínum vallarhelming, spila tilbaka á Dóra. Dóri mikið í boltanum. Skemmtilegu móli að Dóri barnabarn hjá Dóra í Mjóddinni. Það stórt. Kannski þess vegna sem hann og Reynir Harald spila svona vel saman. Hann náttúrulega með rætur að reki Breiðholtið og ætti að þekkja þann veitingastað mætavel. Já, hann hefur fengið góðan máltíðir í æsku, það svona. Já, þetta voru flottir skammtar þarna og þessi drengur mjög sterkur og... Hérna kemur Axel. Axel Freyr! Það fara alla leið í gegn, stöðvaður. Orri kemst á milli. Keflavík leysir úr þessu. Axel Ingi með boltan fram á Sami Kamel. Dagur Austmann kallar tilbaka. Mætir þarna nafna sínum Axel Inga Jóhannessoni, númer 3 á Keflavík í hægri bak. Langur bolti sem að enda bara út af. Spint hérna á markinu á milli, Dóri spytur hún út af. Göllum eftir að Fjölnismenn taki boltann núna bara niður og fara aðeins að spila sinn leik. Steinn gefur hún niður. Liðin eru bara í störukeppni hérna. Það hefur nú reynst Fjölnismönnum að bíða bara eftir liðunum og fá skyndisóknir. En hérna eru Keflvíkingar að skjóta boltanum inn fyrir. Ásgeir Páll. Glæsileg vörn. Dagur Ingi vinnur vel tilbaka. Glæsilega gert á degi. Inn á hornspyrnu. Komaði félagarnir Sami Kamel og Dagur Ingi Valsson. Þeir eru allt í öllu í sóknarleik Keflvíkinga og gæti orðið hætta hérna þegar Sami tekur hornspyrnu. Boltinn fyrir. Tæpt var að... Dagur Austmann reynsar í hornspyrnu. Þessi var bara leiðir inn í netið, glæsilega bjargað. 2 bjarganir hérna á marklínu nánast í þessu leik og þetta í raun og veru í járnum. Já, það geta bæði lið potað honum inn eins og staðan núna. Tölti bara rólega þarna. Það einhver fundarhöld í teignum. Gótturinn, annars góður dómari leiksins að róa menn niður. Þeir ætla að þjarma Dóra í markinu. En ég segi bara verið hjá Dóra. Það frekari fundarhöld. Jæja, fáum við hornspyrnuna. Sami Kamel. Það lárbolti fyrir. Skemmtileg útfærsla. Kom Fjölnismönnum óvart en það enn önnur hornspyrnan. Það liggur á Fjölnismönnum. Já, þessi bolti steinlága lappirnar á Arasteini Guðmundssoni. Hann átti fínt skot en vel bjargaði Fjölni. Önnur hornspyrna fyrir Keflavík. Það hárbolti fyrir og þeir skalla yfir. Nú geta Fjölnismenn andað stilt upp. Oleksíj Kovtun, Úkraínumaðurinn Geðu með ágætis skallafæri en boltinn yfir markið.
Fysikali alveg laus hérna, hægra megin. Þjarmaðurum, Dagur laus. Langur bolti, flikkaður. Dagur Ingi kemst í hann. Sjáuð hann, góð barátta. Sjá hvað þeir snöggir varnarmenn Keflavíkinga í tómu basli þegar að kantmenn Fjölnismanna koma að þá. Ásgeir með langa bolta yfir Ara Stein. Dagur skallar út af. Ásgeir Páll grítir boltan og vinna á. Þeir leita tilbaka. Baldvin skallar boltan út af. Þetta eru boltanir sem Fjölnismenn elska í vörninni. Stefán yfir á Dag Inga. Fara upp hægra megin. Dagur Ingi kemur boltanum upp stungu hérna sem að Sami Kamel kemst ekki í. Keflavík ekki að finna þessa glöður á vörninni, enda sterk vörn Fjölnismanna. Það er helst úr fyrstu leikatriðum sem einhver hætta skapast við mark Fjölnismanna. Okkar bolti. Sindri Snær Magnússon að skín reynslan úr svo dreng. Það hefur ekki náð að finna þessa draumasendingu úr miðjunni. Það var auðþekkjanlegri með Krusty the Clown klippinguna. Já, það var miklu skemmtilegri klipping. Hann lofar henni víst í úrslitakeppninni. Reynir, bolta fyrir. Keflvíkingar leysa þessu. Já, ég vil ekki að kalla eftir því, einhverjum svona stemningu með klippingar á leikmönnum í úrslitakeppninni þegar við Grafarspor erum búin að tryggja okkur sæti í þeirri bestu. Við viljum allt auka krydd. Dagur Austmann. Það er heldur inn í treyjuna á Fjölnismönnum. Hvað er þetta? Dæmir ekkert. Hvaða vitleysa er þetta? Rífur hann niður á treyjunni. Þarna Orri átti að fá aukaspyrnu. Gerði bara vel og átti skilið að fá dæmt á þetta. Víkingar komum á hægri kantinn. Hálf bolti fyrir en Axel stöðvar þetta. Þessi mjög hoppið hérna á Stefán Jón. Hérna koma Keflvíkingar. Dagur Ingi. Fibrast. Sindri Snær. Kemur honum niður. Ásgeir Páll með háan bolta fyrir. En Baldvin Benson étur þessa bolta í loftinu. Var hann með Sami Kamel í lás og virðist vera létt með það. Það eru djúpir vasar hjá Baldvin Benson. Þetta eru dáðustu synir Gráhús í dag, Baldvin Benson og bróður hans í hjarta varnarinnar. Þetta eru gífurlega öflugir drengir og framtíðin er björt í voginum. Það er víst. Það er röð fyrir utan parka að reyna að fá manninn. Þeir koma Keflvíkingar. Dagur Ingi. Fjölnismenn umkringja hann. Hann fær að leika lausum hala hana. Bolti fyrir og boltin yfir. Lítil hætta í þessu. Dagur Ingi fekk mikið tíma á boltanum hana. Það viljum við ekki sjá. Stefán Jón Friðriksson með fína tilraun en þessi fór nokkuð svona þægilega yfir mark Fjölnismanna.
Fjölnismenn með langa spyrnu fram. Þeir spila oftast út úr markspyrnunum. Það hefur reynst betur. Baldvin tekur markspyrnuna þar. Þetta eru svolítið skemmtilegar útfærslur. Þetta víst úr playbook Einar aðstoðarþjálfari Fjölnis. Úlfur er hrifinn af þessu og við bökkum þetta upp sömuleiðis. Ásgeir Páll með innkastið. Það er enginn sem að býður sig í boltan. Það er bara að gefa tilbaka Fjölnismenn og Sami Kamal þjarmar af Dóra. Og Dóri spyrnir boltanum út af. Misheppnað innkast og Fjölnismenn fá markspyrnu. Fljótir að taka þetta. Gummi Kalli fær boltann hérna, alveg einn með góðan tíma. Á hægri kantinn á Daginga. Dagur Ingi. Yfir á fysikala, misheppnuð sending. Ekki fallegur fótbolti eins og er. Gummi Kalli samt öruggur þegar hann fær boltann á miðjunni þá endar þetta oftast í löpum Fjölnismanna. Axel er það með bolta fyrir og Reynir Haralds, Reynir með bolta fyrir. En Keflavík leysir úr þessu. Viljum fá Axel meir í fætur. Gummi Kalli. Vel gert. Fínt bolti á Mána. Dagur Ingi. Fjölnismenn fá innkast. Það að hendi hlaði eitt langt innkast. Turnaðarnir koma sér fyrir. Það er íslenska landsliðsins stæl. Dagur Ingi grítur honum. Stuttur er hann. Misheppnað skot. Degi Östmannsson og Axel með misheppnað tilraun. Ásgeir kemur boltanum fljótur í leik. En Fjölnismenn vinna boltan. Fínar axlir á Degi en við náum ekki að nýta þetta. Hérna kemur lið Keflavíkur upp. Axel Ingi hérna bolta fyrir. En Fjölnismenn stöða þetta, Reynir og þeir vinna hornspyrnu. Þeir eru búin að vera að fá sín bestu færi í hornspyrnunum þannig að Fjölnismenn þurfa að hafa varan á. Daninn Geðu er oft með góða spyrnur úr hornunum og Fjölnismenn þurfa að verjast vel ef ekki illa á að fara. Það kemur núna að bjóða upp á. Það er hár bolti fyrir og Ari liggur eftir. Það er með háan bolta fyrir. Leikþáttur hana, boltinn út. Ekkert á þetta. Menn kalla eftir spjaldi eftir þennan leikþátt. Þetta sást nú langa leiðir að þetta var góður leikþáttur á leikmanni númer 8 á Keflavík en dómari leiksins féll ekki í grifina. Ari Steinn með eina flottustu dífu tímabilsins. Ég vil að Fjölnismenn fara að halda boltanum meira niðri og spila kantmennina okkar í fætur. Gengur ekkert að vera með þessa háa bolta fram. Það er ekki okkar leikur. Ég held að Keflvíkingar væri nokkuð sáttir að fara bara inn í 0-0 í hálfleik og stilla saman strengi. Fjölnismenn hafa einhvern veginn ekki fundið taktinn. Langur bolti fram. Beint í lappirnar á Dóra. Júli leitar að gulri treyju. Misheppnuð sending. Gummi Kalli. Dagur Austmann. Fallegur þýðning við Orra.
Máni komir djúpt tilbaka yfir Reynir Haralds. Reynir Haralds yfir á Mána, Máni, þríhyrningur, Máni, Gummi Kalli. Vel gert hjá Fjölnismönnum og skot á marki. Sami Gamel. Hættuspark. Fjölnismenn fá aukaspyrnu. Það að nýta þetta líklega með seinustu spyrnum seinni fyrri hálfleiks og sjá hvað setur. Koma með góðan bolta á fjær og turnarnir geta framlengt þetta með skalla. Gummi Kalli töfrar á fóturinn. Ásgeir kýlir þetta burtu. Dagur Ingi. Hann eins og randafluga. Óþólandi að... Skemmtilegu leikmaður Dagur Ingi Axelsson og á framtíðina fyrir sér. Máni Austmann. Reynir býður sig. Gummi Kalli einnig í boði, alveg frýr. Axel. Gummi Kalli með fínt skot! Ágætis tækifæri Gummi Kalli, hann dýrkar þessa stöðu en á ekki að nýta þetta. Hann lúrir eins og þjófur og nótt alltaf runt á teginu og tilbúinn að negla þessu í netið. Þetta er ótrúlegu leikmaður, ætti að fara Þorlákshöfn og þarna hefði verið flott að fá eitt mark fyrir í lok fyrri hálfleiks. Fyrirliði í Voginum og einn af okkur allra bestu mönnum. Keflvíkingar vinna boltanina. Dagur Ingi. Skemmtilegu leikmaður þessi Dagur Ingi. Þá flautar kotturinn fyrir hálfleikinn af og Úlli og Einar þurfa að stilla strengina og vonandi fara þær yfir leikplanið og mér þykir Fjölnismenn að hafa aðeins og leita á mikið í loftið. Við erum að koma boltanum aðeins með niður í jörðina. Springlerarnir eru farnir í gang eftir hitabylgjunni í Voginum og grasið lítur ekkert eðlilega vel út. Þetta stefnir í hrikalega flotta seinni hálfleik og línur fara að rætast inn í fyrstu deildinni. Við ætlum að hafa kaffibolla, sjáumst í seinni hálfleik.
Já, verið velkomin í seinna hálfleikinn hérna í Grafarvoginum. Það getur ekki annað en að seinna hálfleikurinn verði betri en sá fyrri, við lofum því. Það er að dökkna yfir hérna en það lifnar yfir leikmönnum átt í seinni og við hefum góðan seinni hálfleik framöndan. Já, eins og Fjölnismaður nr. 1 Stefán Örn Kárason segir, það eru mörk í klettunum. Þegar Fjölnir sækir að klettunum þá koma mörkin. Ekki lígur Stefán Örn Kárason. Það er alveg name drop, þvílíkur maður úr Voginum, Stefán Örn Kárason. Fjölnismenn með langa bolta hérna fram. Úkraðamaðurinn Geði skallar út af. Orri en Keflvíkingar leysa vel á þessu og á markspyrnu. Það var gífurlegur andi á Kárapallinum. Grillið glóandi og baukarnir runnu niður og það var gleði í hjartaðar á Kárapallinum. Eiginlega mögnu stemning þarna og mörg af okkar frægustu andlitum landsins mætt og hérna er líf og fjör. Saknaði þess að sjá Ragnar Pál Sigurðsson ekki en hann kemur næst. Kristinn, tölumvingin Kristinn í bolta. Keflvíkingar koma hérna, sækjum vinstri kantinn. Dagur Austmann verst þessu vel. Og Keflvíkingar vinna hérna fyrstu hornspyrnu seinna hálfleiksins. Sverrir, það er búið að vera þeirra helst ógn, það eru hornspyrnunar. Já, núna er Sami mættur eins og vanalega og kemur örugglega með flotta bolta fyrir. Sami með hafabolta fyrir, slögspyrna. Þetta er eiginlega eina hornspyrnan í leiknum frá Sami sem hefur ekki ollið ykkur um uslaðin í vörninni. Vinna aðra hornspyrnu. Sami Gamel, hár bolti fyrir, Fjölnismenn hreinsa boltan, komið liðið framalega, það er skallatennis, Reynir Hallsson tekur boltan niður, leitar að gulri treyju, spillir boltanum út af. Seltirningar komnir yfir á móti Þór Akureyri, áfram heldur sú sorgarsaga. Pétur Theodór með markið, Sigurkappinn, langur bolti hérna vinstra megin en það er flaggað rangstæður, Ari Steinn. Svindlað á metranum. Nú viljum við að sjá Fjölnisliðið spila boltana betur, ekki bara háa bolta fram. Við viljum fá kantmennin okkar í lappir. Ágætis pressa á Fjölnismönnum. Júli vinnur boltan. Máni. Axel býður sig. Máni sækir inn á miðjuna. Við
Við erum að koma Axel meir í boltan að skapast á það hætta þegar hann fær hann hérna á vinstri kantinum. Máni skiptir kant. Fjölnismenn dæmdir brotlegir. Ódýrt brot þarna en ágætis dómari leiksins flautar aukaspyrnu. Ásgeir bomba boltana fram. Þetta eru boltanir sem við leysum vel úr. Nýtt í bakið á Júlla sem Dæmi er að ná Fjölnismenn. Það er innkast. Dagur Ingi. Góðri stöðu. Daniel Ingvar hreinsar boltar út af. Keflvíkingar þjarma hérna að Fjölnismönnum í upphafi seinna leiks. Réttilega dæmd aukaspyrna og Fjölnir boltar með aftur. Hár bolti fram. Þetta skilar engu á Fjölnismönnum. Keflavíkur varist þessum háu boltum vel, svo Fjölnir þar örugglega stilla strengi, svo að finna menn í lappir. Ari Steinn. Ari á Sami Kamel. Kamel. En markspyrna. Það fekk hann beint í belginn. Stefán Jón. Stefán, öflugur drengur af Suðurnesjunum, stendur upp og er harður eins og félagar hans á í fallega Skaga, Suðurnesjunum. Axel Ingi spila tilbaka. Ásgeir, Orri. Axel kemst í boltan. Gestirnir fá innkast. Dagur Ingi hótar skoti. Ari Steinn með skoti yfir. Já, Gunni, 10 mínútur næstu komnar á klukkur hérna í seinni og Keflavík byrjar mun sterkari og líta vel út. Já, það er lítið spil hjá Fjölnismönnum. Mér líst vel að það ætla að spila úr þessu. Kamil Tjalmar að Dóra. Dóra og Gummi Kalla. Góð pressa á Keflvíkingum. Orri. Vel gert. Máni kemur hérna. Fjölnismenn eru opnir hérna. Dagur Ingi. Dagur Ingi með bolta fyrir hon. Þetta er svo hættulegt þegar Máni fær boltan hann. Hann einhvern veginn finnur alltaf réttu lappirnar og úr verður gífulega þetta. Fyrsta tilraun Fjölnismanna í seinni hálfleik.
Hryllingur á miðjunni, Keflvíkingar vinna þetta. Stefán Jón með máttlaust skot. Slagt skoti á Stefáni en tilraun var það. Fjölnismenn vilja fá Keflvíkinga framar á völlinn. Dagur Austmann yfir á Júlla. Reynir Haralds er alveg laus hérna á vinstri kantinum. Kallar eftir boltanum, fær hann. Nær ekki að koma hann yfir á Axel. Inga sem Fjölnismenn vildu fá en fengu ekki. Stefán. Keflvíkingar koma inn að vinstra megin. Fjölnismenn vinna boltan. Orri á Daginga, Dagur Ingi með flugbraut. Glæsilegur varnarleikur hjá Keflvíkingum. Taka Ingast fljótt. Ekki góð sending frá Mána. Sjá Baldvin Bentsen vinnur þessu skallabolta yfirleitt og kemur beint í leik. Aukaspyrna. Dagur Ingi brotlegur. Fjölnismenn taka þetta snöggt. Máni yfir á Axel. Axel í sínu uppáhaldsstöðu. Reynir með bolta fyrir. Dagur Austmann. Máni með aumannskalla. Skapast alltaf þetta þegar Axel og Reynir línku. Reyna að finna pönnur á Mána en þarna gekk þetta ekki upp. Keflvíkingar vinna boltan. Gummi Kalli kemst.
Já, við erum komin aftur í loftið, duttum aðeins út hérna, smá tæknir örðuleikar hérna í skúrnum. Ótrúlegu pródúser þarna sem bjargaði málunum. Þessi drengur magnaður. Það er spurning hvort að Fjölnismenn þurfi ekki að fara að koma með eitthvað ferska fætur inn á völlin. Já, meðan við vorum úr leik Fugl þá fór hann Valur Þór Hákonarson inn fyrir Keflvíkinga í staðinn fyrir Sindra Snær Magnússon. Axel, það var glæsilega gert. Keflvíkingar vinna boltan. Stefán Jón. Fjölnismenn koma yfir fyrir þetta, Dagur Ingi. Þetta rennur í sandinn. Gummi Kalli. Sjá þetta öryggi á miðjunni á Gumma Kalla. Kemur alltaf í lappir. Daniel yfir Orra. Fjölnismenn í góðri stöðu. Máni. Máni með sendingu á Dagur með slæma móttöku. Léleg fyrsta snerting á Degi. Þetta leit vel út, þessi sóknum Fjölni. Fjölnismenn aðeins að vakna til lífsins og stemningin er að færast aftur yfir í Vogin. Nú sannlega, misjöfnu sending, Axel vinnur boltan en Sami Kamel vinnur boltan. Hann er svo sterkur Sami maður. Vegum hennar bolta, glæsilega gett við á Baldvini. Það byrjar að sjást í regndropa hérna og smá vind í Voginum. Þeir þekkja þetta Suðurnesjum en þetta veður og við vonum að okkar menn taki vel í þetta. Inga sem að heimamenn eiga. Máni. Máni verður Orri missir boltan. Stefán með boltan á Val. Valur á móti Júlla. Valur. Við erum Sami Kamel. Boltinn er fastur og Reynir Haraldsson kemst í boltan. Reynir sterkur þarna. Vinnur baráttunni Sami. Axel með boltan. Axel. Yfir á Reynir Haralds. Hann er með nógan tíma. Bolti fyrir. Dagur Ingi. Þarna skella hausarnir saman og þarf að stöðva leikinn. Það var Reynir Haraldsson með nægan tíma að koma boltan fyrir. Keflvíkingar náðu að verjast þessu. Slakur bolti á Reyni en þeir gera vel hérna upp vinstri kantinn og eins og svo oft áður þá myndast alltaf mesta hættan þar. Minna hérna á Gunnar Val hérna í den. Sá mikli meistari og er einn af okkar færustu iðnaðarmönnum í dag. Ótrúlegu leikmaður, þyngdarlaust kvikindi. Magnaður og honum verður seint eða aldrei gleymt þetta í Voginum, þeim dreng. Við leikurinn að fara þetta í gang. Sýnismenn verða búin að hrista þetta af sér. Búin að fara yfir markföldum töfluna. Allt rétt. Áfram með leikinn. Þetta eru vel lesni menn, sérstaklega frá Keflavík. Menntastefnan hefur gengið vel þar. Já, það er rættast draumannir. Fjölnismenn verða að undirbúa skiptingu á sínu liði. Tvöföld skipting.
spurning að þetta verði eins og í Þórsaraleiknum hérna í Voginum þegar að Baldvin Þór Berntsen hitti skot lífsins og skaut norðamenn úr leik. Þessi leikur að spilast svona nokkurn veginn eins. Ja, maður hefur fulla trú á okkur slíku. Þóra Akureyri konir yfir á móti Gróttumönnum. Allir syngjandi glæði fyrir norðan. Ragnar Óli Ragnarsson með mark þar og Kristófur Kristjánsson. Dagur Ingi Axelsson fór út af fyrir Fjölni og inn á kom Kristófer Dagur Arnarsson og Orri Þórhallsson fór út á og inn á kom Bjarni Þór Hafsteinsson. Þetta eru ferskir ungir drengir inn úr Voginum og vonandi setja þeim marksitt á leikinn. Dagur Ingi hefur fengið höfuðhöggana sem að vonandi að jafni sig á. Ég hef mikla trú á þessari skiptingu. Þurftum einhverja breytingu. Kristófur er búinn að spila vel fyrir Fjölni í sumar. Já, Kristófer Dagur Arnarsson, ungur drengur, gífurlega efnilegur og hefur spilað vel. Langur bolti. Sami Kamel vinnur boltan. Dagur Ingi, vel gert hjá honum, Keflvíkingar vinna hennar hornspyrnu. Voru að rífa svolítið að þessum leikmanni númer 10 á Keflavík. Þessi leikmaður er ferskur og skapar alltaf hættu þegar hann kemst í boltann. Bolti fyrir. Keflvíkingar náðu ekki að gera sér mat úr þessu. Baldvin leikur boltanum á Bjarna. Keflvíkingar komast í boltan. Leika boltan tilbaka. Dagur Östmann er búinn að standa sig vel þarna í vörninni. Það var þjarmað á hann Keflvíkingar, hann hefur staðið sína plikt. Keflvíkingar komnir hérna í góða stöðu. Júli hreinsar, Sami Kamel. Dagur Ingi. Leikur hérna á Fjölnismennina. Verður að passa sig, Dagur Ingi. Vel gert hjá Fjölnismönnum og vinna hérna markspyrnu. Gífurlega vel varist á Fjölni, þarna voru Keflvíkingar hættulegir og munaði litlu að einhver vitleysa að fara í gang. Fjölnismenn þurfa að spila sér leikir síðustu 20 mínútur sem eftir á leiknum. Koma Axel í lappir. Keflvíkingar. Júli verst þessu vel. Langur bolti. Kristó. Aukaspyrna. Ódýr aukaspyrna. Kristó með öxlinn á vopni. Það var komlega góðu en dómarinn dæmir aukaspyrnu. Æsilega unnið á Kristó, hann gefst ekki upp. Dreng. Kristó. Nei, hann er dæmdur brotlegur. Kristó dæmdur brotlega hann á tvisvar á stöðli tíma en öflugur er hann. Já, kemur inn á með krafti. Hér er Úlli þjálfari Fjölnis sem mjög ánægður með þetta. Hvetur hann til dáða. Úlli flottur og ánægður með drengina.
Þetta orkan sem við viljum. Sjá Gumma kalla þetta. Þetta er ótrúlega sterkur leikmaður og við erum heppin að hafa hann á miðsvæðinu. Bjarni. Dagur Ingi kemst í boltan. Keflvíkingar líka tilbaka. Langur. Reynir Haralds stendur sína plikt. Vel leikið. Bjarni. Sami Kamel með góða varnarvinnu. Keflvíkingar vinna knöttinn. Vel gert á Degi Ösmann. Steig Keflvíkingin út. Fjölnismenn fá innkast. Misjafnu sending. Keflvíkingar koma hérna. Stungur sending á Ara. En Gummi Kalli. Vel leist hjá Gumma Kalla. Kemur hann í leik. Máni Ösmann með boltan. Kristó. Fjölnismenn ná ekki að tengja. Það hefur gengið illa á Fjölnismönnum að finna lappir hérna framalega á vellinum. Dagradans, Stefán. Reynir Haraldsson, nægan tíma. Reynir yfir á Bjarna. Þeir geta sótt inn á Keflvíkinga. Bjarni ræðist á þetta, missir boltan. Dagur Ingi. Fjölnismenn pressa. Og vinna boltiðan. Gummi Kalli yfir á Bjarna. Skipting yfir. Fínasta skipting. Axel vinnur boltan, sjáu þetta. Axel. 1-1, aldrei hættulegri. Leið tilbaka, Axel yfir á Dagur Ösmann. Vel gert. Bolti fyrir. Reynir. Coast to coast leikmaður Axel. Skiptir yfir á hægri kantinn en er jafn hættulegur. Reynir Haralds með skot og hann verður. Þvílík markast á Ásgeiri. Hann fer í hliðarnettin, þetta er eiginlega bara eitt hættulegasta færi leiksins. Reynir Haralds hittir hérna hliðarnettið og munaði litla á Fjölnir að komast í 1-0. Þetta var glæsileg sókn, Sverrir. Fínasta sókn og Axel. Einhvern veginn er hann alltaf, þegar hann kemst í boltan þá myndast hætta og þarna munaði engu að Fjölnismenn hafi komist í forystu. Bjarni yfir á Mána. Dagur Ingi vinnur boltan. Fjölnismenn hrúast að hann. Leysir vel úr þessu. Sami Kamel. Kloppi! Þvílíkur kloppi. Kamel skiptir yfir. Keflvíkingar komin í hættulega stöðu. Bolti fyrir. Valur. Fjölnismenn eru að passa sig. Fylla bóksi vel Keflvíkingar og þetta er hættulegt. En Gummi Kalli. Hann leysir úr þessu og Axel. Með bolta á Mána. Máni sterkur. Reynir Haralds með Bjarna. Bjarni. Á Reyni. Reyni fyrir. Þetta vantaði gula treyju, Sverrir. Treyjan var hérna en við náðum ekki að finna löpina. Sami Kamel. Kemur boltan á Val. En Baldvin Benson stígur þetta út og Dóri leysir þessu. Skemmtilegu leikur. Liðið skiptast á að sækja og það er aldrei að vita hvort liðið nær fyrsta markinu í netið. Axel vinnur boltan. Kristófer býður sig kantinum. Boltinn á Kristófer. Kristófer
Vel varist hjá Úkraínum manninum Gíða. Þéttir Suðurnesjamenn og raun og veru ótrúlega að sé ekki með fleiri púnta á töflunni. Þetta er efnilegt fyrir komandi tíma hjá þeim. Suðurnesjamenn að gera breytingu á sínu liði. Bæði lið að banka og ég held að við hefum eftir að sjá ótrúlega spennandi mínútur hérna seinasta korter eða svo hérna á Fjölnisvellinum. Það er náttúrulega ekki til skemmtilegra leiksvæði á landinu og hérna gerast draumarnir. Ari Steinn Guðmundsson fer út af fyrir Keflvíkinga og Kári Sigfússon kemur inn á. Við köllum eftir því Gunni að Káramenn fara að keyra sig í gang, gula þruman. Köllum eftir stuðningi við Fjölnismenn. Já, ekki veitir af, koma markinu, koma boltanum fyrir línuna. Kalli þjarmar af Suðurnesjamönnum. Reynir. Glæsileg barátta. Reynir gefur alltaf 100% í þetta. Það er mikil barátta í þessu leik og leikmenn er ekki tilbúin að gefa neitt eftir. Þetta er bara nákvæmlega eins og við viljum hafa. Baldvin yfir á Júlla. Keflvíkingar setja hann innkast. Tíu mínútur eftir leiknum. Axel fær boltan. Keyrir á Keflvíkinga. Glæsilega gert. Það er fjölbragð glíma hana en Dagur stendur þetta af sér. Vel gert hjá Degi Austmann, bolti fyrir. Keflvíkingar með nauðvörn. Reynir. Fær hjálp hérna. Máni. Bjarni. Bolta fyrir og Fjölnismenn fá hornspyrnu. Eina fáum við hornspyrnu Fjölnismenn í leiknum og nú hitinn er kominn yfir að Gráarsbúa. Já, Júli kallar eftir stemningu í liðið. Já, hér fáum við stúkan vaknar. Gula þruman er vöknuð. Söngvatni farið að skila sér. Gummi Kalli stillir upp með boltan. Gummi. Keflvíkingar verjast þessu vel. Dagur, langa bolta. Ágætis bolti. Fjölnismenn leysa vel úr þessu. Axel vinnur boltan. Axel ræðist á Keflvíkinga. Já, vel gert hjá Fjölnismenn vinna innkast. Hann vill að við tökum innkast á réttu stað. Réttilega gert að dómarunum. Okkar maður var kominn heldur framalega þarna með boltan. Fjölnismenn fær innkast. Spurning hvort þeir reyna eitt langa, nei. Dagur er kominn út af, drengurinn með axlirnar. Máni skýlir boltanum vel, kemur hann yfir Axel. Boltinn fyrir, Reynir. Vel gert hjá Reyni. Ja, hérna vinna Fjölnismenn fá vítaspinnu. Ákallum vítaspinnu en dómarinn dæmir ekki neitt. Gummi Kalli vinnur boltan. Bjarni með næðan tíma til að snúa. Reynir með honum. Reynir á Bjarna. Reynir búinn að spila vel inn í vinstri bak.
Búinn að spila boltanum vel og kemur alltaf eitthvað út úr þessu. Bjarni vinnur hornspyrnu, nú þurfum við að gera betur í þessu hornspyrnu. Baldvin Benson kallaði eftir boltanum. Ég hef trú á því að Gummi Kalli stýr honum beint á pönnuna á Baldvini. Það er einhver fundarhöld. Sýnist dómari leiksins vera að spjalda Úlf, þjálfara Fjölnismanna. Við vitum ekki hérna úr fjölmiðlabóksinu hvað gekk á. Það var hátt ákall víti áðan, það er örugglega að vera kvarti við því. Já. En nú þurfa Fjölnismenn bara að stanga boltan inn, nýta þessu hornspyrnu. Gummi Kalli. Boltinn fyrir. Daðradans. Keflvíkingar leysur þessu. Nei, Daniel missir boltan. Keflvíkingar aðeins þessu völlinn. Keflvíkingar. Glæsilega varist hjá Fjölnismönnum og við fáum markspyrnu. Glæsilega varist hjá Fjölnismönnum. Ótrúlega vörn hjá Daniel Ingvar Ingvarsinni. Sá náði þessu dreng uppi og varðist. Þetta var frábær varnarleikur. Þarna náði Keflvíkingar að taka flotta skyndisókn en Daniel með magnaðan varnarleik. Það var Gunnar Sigurðsson sem fekk spjald á bekknum. Markmannaþjálfarinn gefðu í. Það er hiti í honum og við fílum það. Keflvíkingar koma hérna á Fjölnismenn. Lína lappir, við fáum aukaspyrnu hérna. Eiginlega hreint ótrúlegt að Keflavík að náði einhvern veginn úr hornspyrnu Fjölnismanna að komast þarna nánast einir í gegn og munaði engu að þarna hafi komið mark upp úr engu frá Suðurnesjamönnum. Já, Daniel Ingvar sýndi þarna þrautsugu. Náði ekki boltanum, gerði hrikaleg mistök en náði að bjarga sig fyrir horn. Keflvíkingar, Sami Gamel. Bolta fyrir Baldvin Benson. Daðradans hérna. Fjölnismenn verjast þessu vel. Það er hít að færast yfir leikinn. Bæði liðið vilja sækja fá 3 punkta og sérstaklega Keflvíkingar. Þeir þurfa svo mikið í baráttunni sem komandi er til þess að ná þessu play-off-sæti fagra í fyrstu deildinni. Það er langt innkast. Og beint í hendunar á Dóra. Dóri langa spyrnu fram. Máni vinnur boltan. Reyni vinnur skallan. Bjarni með nægan tíma til að taka boltan niður. Vel gert hjá Bjarna, brotið á honum en dómari dæmir aukaspyrnu réttilega. Turnan er trítla í teginn. Reynir Haraldsson tilbúinn að þruma þessu fyrir. Nú þurfum við draumabolta frá Poppstjörnunni.
Hár bolti fyrir. Keflvíkingar að leysa úr þessu. Valur. Gummi Kalli kemst í boltan. Lítið eftir á klukkunni og bæði lið þrýsta á markið. Tvær mínútur eftir. Sverri, við viljum fá mark hérna. Sigurmark. Já. Það er bara Grafarvogur elskar markið og þetta væntanlega endar 1-0 fyrir Fjölni. Það eru mörk í klettunum. Máni. Sækir inn á Axel. Við hefum boltan. Þetta er bara spjald á mannin. Hann er að stöðva það að við getum tekið innkastið en það er ekki verið að fara eftir neinum línum hérna áfram smjörið. Dagur missir boltan út af erfið sending. Þetta er búið að vera fjörugur leikur og það sé ekkert mark komið. Hitt í mönnum og allt að gerast. Óþarfi hjá félagsmönnum að brjóta þarna. Áfram með smjörið. Sami Gamel. Keflvíkingar sækja hann upp. Vel varist hjá félagsmönnum. Bolti fyrir. Félagsmenn hreinsa. Axel Ingi. Fast skot. Þetta fer bara niður á malavöllin. Beint í fótakverið, þetta var ágætis tilraun. Bæði lið er að flýta sér. Júli. Fjölnismenn tapa boltanum. Bæði lið einhvern veginn ekki að sætta sig við jafnteflið og það boðar gott fyrir komandi mínútur. Keflvíkingar. Það rennur. Fjölnismenn vinna boltan. Máni. Allt opið hérna vinstra megin. Bjarni nær honum. Flugbraut fyrir Bjarna. Reyni kemur með honum. Íður sig. Bjarni með bolta fyrir. Keflvíkingar hreinsa. Sigurvin. Gummi Kalli. Reynir alveg lausinn á kantinum. Það er boltan. Keflvíkingar verjast þessu vel. Baldvin biður boltan. Boltinn fyrir. Dagur Austmann með boltan og spyrnir yfir. Venjulegu leiktíma lokið. Bara uppbótartíminn eftir. Aðstofadómari er búinn að kalla hann. 6 mínútur eftir. Það er nægur tími fyrir mörk. Ef leikar fara 0-0 þá eru Fjölnismenn með 3 stiga forystu á toppnum með 24 púnta á undan Njarðvíkingum, frændum Keflvíkinga og verða nokkuð ánægðir með það. Dagur Austmann í kröppudansi. Keflvíkingar að vinna boltan. Það er langskot og langt yfir. Keflavík þó enda þá í 8. sæti með 12 púnta. Sami Kamel vinnur boltan. Verður þá 6 leikir síðan þau unnu Leiknismenn nokkuð þægilegur á heimavelli. Slæm sending tilbaka en við leysum þessu. Máni farið í baki á honum, brotið á honum. Máni flýtir sér. Fjölnismenn í góðri stöðu. Kristó. Hár bolti fyrir. Reynir. Bolti kemur fyrir.
Og Fjölnismenn í góðri stöðu og hann væri að vera hans sama knöttinn en Ásgeir. Það var ágætis tilraun hjá Fjölnismönnum. Fjölnismenn vinna boltan. Tapar jafn óðum. Þótt að þetta sé búinn að vera fjörugur leikur þá eru markmenn báðara liða nokkuð búin að hafa þægilegan leik. Það hefur ekki reynt mikið á þá en hitinn hefur verið fyrir utan bóksinn. Baldvin. Fjölnismenn vinna boltan. Þeir að byggja upp hérna góða sókn. Langur bolti fyrir Dóra. Máni vinnur hann. Vel gert af Mána. Keflvíkingar verjast svo vel. Varnarleikur báðra liða búið að vera nokkuð góður í dag og einhvern veginn drepið nánast alla sóknir. Bjarni fyrir hann í góða tæklingu. Uppsker líklegast gult spjald. Það eru 2,5 mínútur eftir af uppgefnum uppbótartíma. Múkinn byrjar að svæfa hérna voginn og það þýðir bara 1-0-0. Já, það er jafntefli slíkur að þessum leik. Sami Gamel. Fjölnismenn kalla til hendi en Axel fær boltaninn að hægra megin, kemur boltanum fyrir en þetta ætti að vera létt fyrir Dóra en boltinn fyrir yfir. Og hér flautar dómari leiksins til leiksloka. Fjölnir 0, Keflavík 0. Hver er maður leiksins Gunni? Já, mér þykir erfitt að velja mann leiksins. Það er nokkuð svoleiðis. Þessi leikur var í járnum nánast allan tíman. Hvorugt liðin á að testa markmanninn og ég held að við gefum þetta bara fyrirliða Fjölnis Gumma Kalla sem þó náði að koma boltanum nokkuð vel frá sér þegar hann var í boltanum. Já, ég get tekið undir það. Ég, Gunnar Hrafn Arnarsson, þakka kærlega fyrir mig. Ég er Sverrir Hermansson. Góða stundir. Takk.